Hollustumerkingar hafa tíðkast lengi víða í heiminum og eitt hið elsta í Evrópu skráargatið sem tekið var upp í Svíþjóð árið 1989. Jákvæð reynsla Svía af skráargatinu leiddi til þess að Danir og Norðmenn gengu til samstarfs við þá merkið fyrir 5 árum og var samþykkt á Alþingi síðasta haust að íslenskar matvörur sem uppfyllti skilyrði skráargatsins gætu merkt þær sérstaklega. Eitt fyrsta matvælafyrirtæki í fiskvinnslu til að gera slíkt Freddi fiskibollur á Sauðárkróki, lítið fjölskyldufyrirtæki á Hafnarbakkanum. Þetta byrjaði eiginlega bara heima í eldhúsinu mínu að hann kom hingað 2008 og saknaði barnana sína og mín sem vorum hér og hann hafði verið að dunda veiða í Noregi heima eftir hann hætti að veiða að búa til fiskibollur og hafði þróað aðferð til að nota engi bindiefni. Og hann fór að dunda í eldhúsinu heima, rak okkur 3 út og sótthreinsaði eldhúsið og svo fór hann að vinna. Og við byrjuðum bara á vinum og fjölskyldu og því var mjög vel tekið og hann annaði alla eftirspurn og svo fór hann að fara hérna í leikskólana og þetta bara vatt upp á sig. Og svo var það á haustdögum 2009 að Fisk Seafood, þeir eru okkur lið hérna, veitt okkur lið með húsnæði hérna og við bara þökkum þeim aðstoðina. Án þeirra hefðum við ekki byrjað hér og svo hefur þetta bara undið upp á sig og og við eigum okkar viðskiptavini vítt og breitt, fyrir norðan og sunnan. Ég kaupir fiskin á markeri í Skagaströnd og ég skoðar fiskin mjög vel. Ég kaupir ekki hvað som og ég notar bara torsk. Þannig langt best Ég flökar hann og beinrensa hann, taka rótin burt, svo taka ég hann hinga og skoða hann vel. Ég er með sånn sérbor með ljós. Fred leggur mikla áherslu á að framlega gæðavöru og hannaði til dæmis sérstakan kassa undir fisk með gatasigti í botninum svo fiskurinn lægi ekki í vatni því þá soðnar hann. En nýsköpun fyrirtækisins felst fyrst og fremst í framleiðslu á sérstökum heilsubollum sem eru án glúten og mjólkur og henta því vel fyrir þá sem þjást af fæðuóþoli. Ég nota rísmjölk og sån glutenfri mjöl. Det er líka rísmjöl En så är jag med sån, det är sån särboller. Men så är jag med vanliga stekter som är ódýrare. Det är med kveiti. Ja. En hvað eru þið að bjóða upp á margar tegundir? Við erum með 2 tegundir á stektum og 2 tegundir á soðnum og það eru sérstakar heilsubollur, þessar glútenlausu og með rísmjólkinni að fólk hefur valið. Og svo hefur við verið með fiskbúðing og saltfisk sem hafa notið mikil af vinsælda. Freddi fiskibollur geta því merkt þessar vöru með hollustumerki skráargatsins þar sem þær uppfylla öll skilyrði til þess, innihalda minni fitu, salt og sykur og meira af heilukorn og trefjum. En það fleira framleitt í litla eldhúsinu hjá Fred, til dæmis partíbollur. Þetta eru svona eðalbollur með rjóma og fólk, við fréttum í sumar að fólk var að grilla þessar bollur, allt í einu jóks eftirspurnin eftir þeim fyrir utan fermingar og stúdensveislur og þær hafa verið pantað í brúðkaup þannig að við reynum að sinna hverjum einum. Fred kemur frá Norður-Noregi með áralanga reynslu af lín- og netaveiðum og menntun og reynslu í meðhöndlun fisks. Jag har alltid varit nota ysa först, men så var det folk med ónæmi för ysa, så breyta jag bara till torsk, nota bara torsk. Það náttúrulega draumurinn að stækka og náttúrulega draumurinn að sem flestir átti sig á gildi þess að fiskibolur geta verið hollu matur og jafnvel veislumatur og það svona verið draumurinn frá upphafi. En svona einyrkja fyrirtæki eru alltaf erfið, þannig að það er bara spurningin hvað framtíðin beri skauti sér, hvernig manni tekst að koma þess áfram. Við erum með viðskiptavin í útlöndum, fólk sem bara þráir að fá bollur frá okkur, þannig að það er svona draumi líka að fara út fyrir landið. Þau hafa mikinn áhuga á að mæta kröfum neytenda enn frekar, til dæmis með upplýsingar uppruna vörunar, jafnvel hvaða bátur hefur veitt fiskinn.
okkar aðal markmið í byrjun var kannski börn og unglingar, að fara inn í mötuneytin og kynna þetta fyrir börnum og unglingum að það allt í lagi að borða fiskibólur, það geta verið góðar og það geta verið hollar. Atvinnulífssýningarnar 2010 og 2012, það náttúrulega opnuðu leiðina fyrir okkur, að fólk bæði fyrir vestan okkur og austan okkur kynntist þessu og svo var náttúrulega Skagfirðingar tekið þessu mjög vel og við erum mjög þakklátt.